Eftir snjóleysið fyrir norðan í byrjun ársins ástandið í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar loksins komið í það horf sem skíðafólk óskar sér, já og auðvitað starfsfólkið í fjallinu. Stefán, voruð orðnir úrkola vonar að það kemur bara engin snjór? Nei, við vorum svo sem ekkert búin að missa móðinn en það var mjög gott að fá snjóinn aftur, það verður að segjast eins og er. En snjóbissurnar, þær ganga núna alla daga? Já, þær eru búin að ganga núna hjá okkur í 4 sólarhringa. Og þegar við getum framleitt, þá framleiðum við allan sólarhringinn og menn vinna bara hér á vöktum meðan hægt er. Hvað sagði svona almenningur? Var hann orðinn svona farin að bíða? Eðlilega, já, það voru allir farin að bíða og en fólk sýndi þessu skilning, það var náttúrulega, voru hér einlegar suðvestanáttir og 10 stiga hiti, það var nú ekki gott að eiga við það. En hvernig ég svona bara á þessum árstíma þegar því myrkrið talsvert, hvernig aðsóknin? Aðsóknin ágætt. Það voru rúmlega 5.000 manns sem rendu sér hérna yfir jól og áramót og svo erum við með æfingar, það bæði brettadeildin og alpagareinarnar og gönguskíðin sem að æfa hérna alla daga. Þannig að aðsóknin yfirleitt ágætt og hún sé náttúrulega með minna móti akkurat í janúarmánuði. Það bresk ferðaskrifstofur sem að flýgu beint til Akureyrar núna þessa mánuðina. Eru þeir að láta sjá sig? Þeir koma hérna og leigja sér skíði og fá jafnvel pínullega kennslu og renna sér og hafa mjög gaman af. Hvað með gönguskíðin, hvernig staðan þar? Hún bara orðin góð, hún var náttúrulega bara eins og annars staðar í fjallinu að verða snjólítið í brautinni en við erum með svona snjógirðingar þar sem safna í sig snjó þegar hreyfir vind og við erum búin að opna hana líka. Fjölskyldufólk að koma hérna svona, verðið vör við fjölskyldufólk núna á þessum ástíma eða það svona helst í kringum páskana? Nei, það eru þessum ástíma líka og náttúrulega sérstaklega helgar. Þetta svona upp úr hádegi á föstudegi og svo laugardag og sunnudag fólk hérna mest, sko. Á fólk yfirleitt sín skíði eða það svona vaxandi þáttur í starfseminni þar að leigja út búnað? Það sívaxandi og maður svona sér það meira og meira þeir sem eru að koma að þeir kannski taka ekki með sér búnað eða endurnýja ekki búnað þegar hann gengur úr sér og leigja þetta bara eða þeir ekki að fara ofta á skíði, þá það alveg jafn hagstætt. En varðandi snjóbúnaðinn, hvaða veðurskilyrði þurfa að vera til staðar þannig að þið geti verið að framleiða? Við þurfum að hafa svona 3 gráðu frost helst að lágmarki og ekki mikið vind, það svona upp undir 10 metrar á sekúndu, þá eru aðstæður góðar og eins og því núna þegar hérna svona 7-8 og upp í 10 gráðu frost á nóttunni, þá erum við mjög glaðir. Brekkurnar eru hérna fyrir aftan okkur, ekki bara færið fínt bara? Það fínt færi í tróðnu brekkum og Það kannski rétt að minna fólk á að það eru enn þunn snjóvolög. Þetta við erum mest að renna okkur á framleiddum snjó, þannig að utan brauta nú ekki mikil snjór, sko. Þannig að þið grátið það ekkert þó að snjói svolítið hressilega til viðbótar? Nei, við þökkum fyrir hvert kott sem við fáum, sko.